Það jafntefli í hörkuleika á móti KR, hvernig sér þetta svona við þér? Já, bara ánægður með strákana, virkilega ánægður með frammistöðunni í fyrri hálfleik og sköpum 4-5 dauðafæri, skorum 2 mörk og þetta miður gáfum við annað mjög ódýrt mark og hitt kemur til innkast sem við erum ekki alveg búin að stilla og Jói skora bara frábært mark. Þannig að maður var svona svekktur með 2-2 í hálfleik, síðan seinni hálfleikur jafnari finnst mér. Leikur svona að vera mikil harka í þessu, mikið brot, mikið stopp og síðan, já, fáum við eitt dauðafæri, við ekkert í gegn aðeins svo lengi að klára, þeir skutu í stöng þar sem við erum heppnir, Ásgeir rétt framhjá, þannig að þetta var svona, fyrst á jafntefli í hálfleik, þá held ég að jafntefli sé alveg ágætlega sanngjarn niðurstaða eftir seinni hálfleikinn. Já, fara svona yfir þessi mörk sem þið fáið á okkur. Eitthvað klóðagangur í vörninni þarna hjá okkur? Já, því miður reynum að spila milli lína og klikka sendinginn og þeir eru bara 3-1 held ég, klára það vel. Setna markið innkast og við erum bara of lengi að stilla og þeir finna, já, Jóhann fyrir utan tegin og hann klárar þetta alltaf frábærlega í skeytin. Svona það fyrir ódýr mörk en burtséð frá því, þá er bara virkilega ánægður með frammistöðunni, ánægður með hugafæri, ánægður hvað við erum aggressífir og undirbúningstímabilið búið að vera erfitt, búið að vera ótrúlega oft með meiðsli en ég veit hvað býr í strákunum, ég þekki þá vel og þeir þekki á mig og við erum búin að æfa þetta núna, þetta kerfi síðustu leiki og fannst bara rosalega gott að hafa fengið blika lengi fyrir þennan, gátt við laga viss atriði og við ættum bara að líta ótrúlega vel út. Já, eins og segir, þeir eru svona endurheimta menn, Hallgrímur kemur er í liðinu, Jóhann ekki kominn, hver staðan á honum? Já, hann bara klár næsta leik. Já, þessi rauðuspjöld, hvernig horfum við þér? Bara bæði mjög eðlilega og rétt. Þeir veit ekki, hann ákveður að teika okkar mann hann skyndisókn og hann á gulu spjaldi, bara augljóst rautt spjald. Síðan hér var einhver olnbogaskot þegar það er innkast og ég held að allir sem munu sjá gott sjónarhorn á því sjá að það sé hárrétt. Mér finnst þetta verra út fyrir að sjá þetta á myndbandsupptöku og vídeó, þannig að ég reikna með að allir sem sjá það muni segja að þetta var hárrétt ákvörðun hjá dómaranum. Já, hvað er ekki Víkingur úti næst? Jú. Hvernig er svona tilfinningin fyrir honum? Bara góð, eins og segi, ég var svo ánægður að sjá KR-lið sem að ég veit hvað ég okkur býr og ég, eins og segi, þó einhverju sé að koma eftir að vera aðeins meiddir, þá voru þeir bara flottir í dag og hópurinn allir að styrkjast. Nú eru rosalega fáir úti og hópurinn að styrkjast ennþá meira fyrir Víkingsleikin. Og við hann gengið vel á móti Víking undanferð allavega, þessu 2 leiki erum við búin að vinna á samla 3-0 og nú er nýtt ár. Þeim vissulega hefnað fyrir það, en við mætum allavega með sjálfstöku dýraðir eftir að hafa séð í dag að við lítum út eins og við viljum líta út. Takk kærlega fyrir. Takk fyrir.